Þá komum öðru lið á dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, fyrir umræða til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Hér frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2026 og það lagt nú fram til fyrir umræðu í bæjarstjórn. Áætlunin var lögð fram í Bæjarráði 13. nóvember og vísað til fyrir umræðu í bæjarstjórn í samræmi við sveitarstjórnarlög. Gert ráð fyrir síðari umræða og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunar verði hér í bæjarstjórn 2. desember. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum númer 138 frá árinu 2011. Þá skal afgreiða fjárhagsáætlun með 2 umræðum og ekki síðar en 15. des. Samhliða fjárhagsáætlun 2026 lögð fram 3 ára áætlun Akureyrarbæjar fyrir árin 2027 til 2029. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærðir fjárhagsáætlunar og helstu útlínur. Þá mun ég enn fremur hér á eftir í máli mínu fara yfir stærstu verkefni okkar, bæði þau sem þegar hafa verið sett í gang á kjörtímabilinu sem og þeirra sem fara í gang á næstu árum. Skipting samstöðunar í A- og B-hluta. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun fyrir árin 2007 til 2009 sett fram í samræmi við 60. og 2. grein áður nefnda sveitarstjórnarlaga fyrir A-hluta og samantengin reikning fyrir A- og B-hluta. A-hluti samanstendur aðalsjóði, eignasjóðum, í aðalsjóðarekstur málaflokka og þjónustustofa íbúa bæjarins sem fjármögnun með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í fasteignum Akureyrarbæjar, eignasjóði gatna og umhverfismiðstöð haldið utan um rekstur, viðhald, stofnframkvæmdir fasteigna, gatna og hirðingu. Í áætlun A-hluta milliviðskipti vegna innri leigu, fasteignaskatta og afnot af íþróttamannvirkjum jöfnuð út á milli stofnana. Til B-hluta teljast fjárhagsleg sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eigu bæjarins og fjármögnuð eru með þjónustutekjum en þau eru meðal annars félagslegar íbúðir, bifreiðastæðasjóður, strætisvagnar Akureyrar, Hafnasamlag Norðurlands, Hlíðarfjall og Norðurorka. Á árinu 2026 gert ráð fyrir 2,5% hagvexti og að verðbólgan verði 3,5% í árslok 2026. En ný þjóðhagsspá kom út 14. nóvember og þar hefur hagvaxtarspá verið lækkuð í 1,8% og hugsanleg áhrif þess á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar verið metin á milli umræðina. Kjarasamningar hafa verið gerðir við meirihluta starfsmanna sveitarfélaga til næstu 3 ára og fela þeir almennt í sér 3,5% hækkun launa á næsta ári en alltaf 5% hækkun á lægstu laun. Þannig að áætluð meðalhækkun launa 4,1% árinu 2026. Gert ráð fyrir að íbúafjölgun verði 200 manns á ári og verði því 20.450 í árslok 2026 sem miðað við mælingar Hagstofunnar. 3 ára áætlun 2026 til 2028 hér lögð fram með áætlun ársins og byggð á gefnum forsendum og áætlun þróun útsvars, þróun launakostnaðar og áætlara breytinga á rekstri. Útsvarsprósentan verður 14,96 á árinu eins og núverandi ár og þetta hámarks útsvarsprósenta sem sveitarfélögum heimilt að leggja á íbúðir sína. Gert ráð fyrir að útsvarstekjur Akureyrarbæjar verði 18,26 milljarðar króna og hækki 3,6% frá útkomuspá ársins árið 2025. Álagningarprósenta fasteignaskatts og íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,31% í 0,28% og atvinnuhúsnæði lækkar úr 1,63% í 1,61%. Þannig lækka álagður skattur 180 milljónir króna á íbúðarhúsnæði og 22 milljónir króna á atvinnuhúsnæði. Fasteignamatsstofn íbúðarhúsnæðis á Akureyri hækkar 10,6% á milli ára og þar að vega nýjar eignir 0,7%. Gjaldskrá sorpbírugjald óbreytt milli ára en aðra gjaldskrá hækka almennt 3,5% og með þessu Akureyrarbæjar að leggja sitt á mörkum að halda verðlagi stöðugu. Samstæðureikningurinn. Í rekstrarreikningi samstæðunar A- og B-hluta gert ráð fyrir að tekjur verði 41,9 milljarðar króna og þar að vera útsvar og fasteignaskattur 52%.
Tekjur í jöfnunarsjóði 16% og rekstrargjöld áætluð rúmlega 35,5 milljarðar króna. Þar við hæst laun og launatöld gjöld yfirlega 23 milljarðar eða 65%. Afskriftir áætlaðar 2,5 milljarðar króna, fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur tæplega 2,1 milljarður og áætluð rekstrarniðurstaða að teknu tilliti til tekjuskatts jákvæð 1663 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi samstæðunar veltu fyrirfara rekstri áætlað 5,8 milljarðar árinu 2026 sem svarar 13,8% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum áætlaðir rúmir 7,3 milljarðar og frá því dragast 1300 milljónir krónur í gatnagerðargjöld sem þýðir að hrein fjárfesting verður 6 milljarðar króna. Afborganir langtímalána og leiguskuldbindingar áætlaðir nema 2,1 milljarður og gert ráð fyrir að tekin ný lán fyrir tæpa 2 milljarðar króna. Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé í A- og B-hluta sveitarfélagsins verði tæpir 1,7 milljarðar í árslok 2026. Áætlað að eignir í efnahagsreikningi í árslok 2026 verði bókfærðar á tæpa 77,5 milljarðar króna og þar vera veltu fjármunir 6,3 milljarðar. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum áætlaðar samkvæmt efnahagsreikningi 43,4 milljarðar í árslok 2026 og þar af skammtímaskuldir 7,5 milljarður. Bókfært fé áætlað að nemi 34 milljörðum og eigin fjárhlutfall 44%. Skuldaviðmið í A- og B-hluta samkvæmt reglugerð 502 frá árið 2012 75,5% sem vel innan viðmiðs reglugerðarinnar þar sem hámarksviðmið 150%. Gert ráð fyrir að lítilsháttar lækkun og skuldaviðmið á áætluðu tímabili og það verði 68,4% af tekjum árið 2029. Samkvæmt 30. grein reglugerðar fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, viðmið jafnvægi rekstri, skal sveitarstjórn sjá til þess að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta við 3 ára tímabil verði ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum sveitarfélagsins. Einnig stofnana þess og fyrirtækja. Í því helst samanlögð rekstrarniðurstaða samkvæmt ársreikningi fyrir næst liðið ár. Áætluð rekstrarniðurstaða fyrir yfirstandandi ár og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár sýnir jákvæða rekstrarniðurstöðu samstæðunnar. Í A- og B-hluta samstæðunnar við í mjög góðu jafnvægi næstu árin og okkur hefur tekist að koma A-hlutanum fyrir en áætlað var í nokkuð gott jafnvægi. Í A-hlutanum gert ráð fyrir að tekjur sveitarfélagsins verði 34,1 milljarður, útsvarstekjur áætlað tæplega 18,3, útsvarstekjur sem 3,6% hækkun frá útkomuspá árið 2025. Fasteignaskattur áætlaður 3,9 milljarðar og framlög frá jöfnunarsjóði 6.850 milljónir og aðra tekjur áætlaðar á tæpar 5,6 milljarða. Rekstrargjöld í A-hluta áætlaður 31,2 milljarðar og skiptist þannig að laun og launatöld gjöld 20,5 milljarður og hækkun á lífeyrisskuldbindingu 850 milljónir og annar rekstrakostnaður ríflega 9,8 milljarður. Niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliðir rúmlega 2,8 milljarðar og afskriftir 1,3 milljarðar króna og fjármagnsliðir áætlaðir 1,2, þannig að rekstrarniðurstaða A-hluta verður jákvæð 255 milljónir gangi áætlanir eftir. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi veltu fyrirfara rekstri í A-hluta áætlað 2,8 milljarðar króna sem svarar 8,1% af rekstrartekjum. Í aðalsjóði þar heildarútgjöldin áætluð 31,6 milljarðar að frádregnum sértekjum. Mestu var í fræðslu og uppeldismál eða 13,9 milljarðum eða 44% af útgjöldum. Til grunnskólar var 8,3 milljarðum, 4,6 milljarðum vegna leikskóla og ríflega milljarður vegna aðra fræðslustarfsemi þar á meðal skólaþjónusta og tónlistarskóli.
Til velferðarmála varið samtals 7,4 milljörðum og vega það þyngst þjónusta við fatlað fólk eða 5.160 milljónum króna og þjónustu við börn og unglinga taka til sín 594 milljónir og til stoðþjónustu og þjónustu við aldra varið tæplega milljarði króna. Samtals ráðstafað 2/3 á útgjöldunum til aðalsjóðs þessa tveggja málaflokka. Til æskulis og íþróttamála varið 3,5 milljarði og til umferðar, samgöngu, hreinlætis og umhverfismála samtals varið 2,3 milljónum króna og í menningar- og atvinnumál samtals varið 1,5 milljarði króna. En í sameiginlegan kostnað varið 1,6 milljarði. Rekstraniðurstaða aðalsjóðs áætluð neikvæð 1172 milljónir króna. Gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu á rekstri fasteigna Akureyrar upp á 801 milljón. Rekstur framkvæmdamiðstöðvar áætlaður 2 milljóna króna halla en eignasjóður Gatna verður með 628 milljóna króna afgangi gangi áætlanir eftir. A-hlutin verður það með rekinn með 255 milljóna króna rekstrar afgangi. Verkefni næstu ára að viðhalda góður rekstri í A-hlutanum og skila honum með afgangi. B-hluta fyrirtæki og sjóðir. Af rekstri B-hluta fyrirtæki ber helst að nefna Norðurorku en gert ráð fyrir 984 milljóna króna hagnaði af rekstri. Áætlað að hagur hafnarsamlagsins muni dragast aðeins saman en rekstra hagnaður verður samt sem áður 452 milljóna króna. Þá gert ráð fyrir að bifreiðastæðasjóður skili 48 milljóna króna hagnaði á árinu. Félagslegar íbúðir með halla upp á 117 milljónir og alls gert ráð fyrir að B-hluta fyrirtæki skili samtals 1376 milljóna króna hagnaði og rekstrarniðurstöðu ársins í samstæðunni verði jákvæð 1663 milljónir króna eins og áður hefur komið fram. Það helsta úr framkvæmdaráætlun en framkvæmdir ársins 2026 áætlaðar alls rúmir 7,3 milljarður króna fyrir utan gatnagerðargjöld. Þau áætluð 1,3 milljarður króna og dragast frá fjárfestingum í A-hluta. Gert ráð fyrir að varið verið 4,2 milljarðum í A-hluta og í B-hluta 3,1 milljarði. Fjárfestingar í A-hluta skiptast í eignasjóð Gatna þar sem fyrst og fremst að ræða uppbyggingu nýra hverfa, viðhald gatna og stíga. Og fasteignir Akureyrar þar sem ræðir uppbyggingu og viðhald kjarna innviða. Þegar horft til helstu framkvæmda fasteigna þá gert ráð fyrir 908 milljónum króna til fræðslumála á árinu 2026 og tæpum 3,3 milljónum á tímabilinu. Þar ber helst að nefna Hagahverfi, bygging Hagasteins sem leikskóli og það byggingur í fullum gangi og munu 4 til 5 deildir opna í ágúst 2026. Miklar endurbætur munu hefjast í síðuskóla árinu 2027 og hugsanleg stækkun skólans. Endurbætur Gleraskóla mun klárast að mestu leyti á næsta kjörtímabili. Stækkun og verkefnahúsum Verkmenntaskólans Akureyrar og Akureyrarbær mun leggja hátt í 0,5 milljarð í það verkefni á næstu árum. Svo ber nefna Giljaskóla, lagfæringar á lóð og aðkomu sem mun hefjast á næsta ári. Í æskulis og íþróttamál taka til sín 1035 milljónir á árinu 2026 og 3,9 milljarða á tímabilinu sem fer til æskulis og íþróttamála. Það ber helst að nefna KA-svæði uppbygging í gangi og mun klárast að mestu leyti árið 2027. Uppbygging á Gerðugarsvelli hjá Þór sem gekk nokkuð vel og loka frágangur verður á næsta ári. Í Hlíðarfjalli uppbygging mannvirkja og verið að skoða landmótun á næstu árum samkvæmt skýrslu. Þór fjölnota íþróttahús, undirbúningur hefst á næstu ári á miklu krafti og áætlaður 1,6 milljarður næstu 4 árin. Endurbætur á boganum, skipting á lýsingu og skipting á gervigasi og það verið að leddvæða lýsinguna þar. Sundlaug innulaug árið 2009 staðvalsgreiningu á 50 metra inn í sundlaug.
Í eignasögu gatna gert ráð fyrir tæpum 1,9 milljarðar króna í framkvæmdir en áætluð gatnagerðargjöld ársins sem koma til lækkunar eins og áður sagði. Mestum fjármunum var í uppbyggingu nýra hverfa, 3,2 milljarðar á áætluðum tímabilinu. Þar að veru stærst Móakverfi og Holtakverfi en gert ráð fyrir 2,3 milljarðum í það framkvæmdir á tímabilinu, jafnframt spennandi uppbygging í vændum, bæði á Tjaldsvæðisreitnum og Akureyravelli. Endurbygging eldri hverfum áætluð rúmlega 1900 milljónir á tímabilinu og stærsta verkefnið á Oddeyrinni. Umferðaröryggismál taka til sín 780 milljónir á tímabilinu og þar Skarðshlíðarhringurinn stærsta verkefni næstu ára. Áfram verður unnið að uppbyggingu útivistarsvæða og framúrskarandi stígahverfi í bæjarlandinu. Gert ráð fyrir að verja 865 milljón króna á áætlunartímabilinu. Félagslegar íbúðir, það framkvæmdir verið 182 miljónir króna næsta ári og 702 miljónir króna á tímabilinu, auk þess vera veitt stofnframlög til uppbyggingu almennilega leigu íbúða fyrir lágtekjufólk og fólk með fötlun að fjárhæð 580 milljónum. Í strætó gert ráð fyrir nýrri jöfnunarstöð og endurnýjun ferlibíla og strætisvagna. Bifreiðastæðasjóður áætlaði frekar uppbyggingu bílastæða, meðal annars við Torfunesbryggju. Í Hlíðarfjalli gert áframhaldi uppbyggingu, bættri lýsingu og fleira. Hafnasamlag Norðurlands áætlaði framkvæmdir fyrir 643 milljónir króna á næsta ári, samtals tæplega 1,8 milljarður á áætlunartímabilinu. Það helst bara nefna Torfunesbryggju, uppbygging Disneys sem þeirra helstu verkefni næstu ára. Norðurorka mun verja ríflega 6,5 milljörðum í framkvæmdir á tímabilinu, þar fer helmingur í hitaveitu. Ágætu bæjarfulltrúar, það hefur verið með mikill heiður og ánægja að vera formaður bæjarráðs síðastliðin 3 ár í meirihluta með L-lista og Miðflokki. Ég leyfi mér að segja að við höfum komið mörgum framfaramálum á stað og langar mig að nefna nokkur þeirra. Helst má nefna 6 tíma gjaldfrjálsa leikskóladvöl, lýðheilsukort, hækkun á frístundastyrk til barna, verkefni Virk Efri ár og unnið að því að koma frístundastyrk til eldri borgara með tekjutengingu. Þá mun fasteignaskattur lækka umtalsvert á íbúðarhúsnæði á næsta ári og einnig nokkuð á atvinnuhúsnæði. Þá í gangi metnaðarfull uppbygging í íþróttamálum í mörgum íþróttagreinum og 2 ný hverfi í uppbyggingu og síðast en ekki síst rekstur sveitarfélagsins í mjög góðu jafnvægi. Í þessari fjárhagsáætlun megináherslan reynd þar sömu og síðastliðin ár. Lögð sérstök áhersla á að styðja börn og barnafjölskyldur, tekjulægri hópa, eldri borgara ásamt því að efla lýðheilsu bæjarbúa með bættri aðstöðu. Við höldum áfram að treysta á grunnkerfi okkar í velferðar- og fræðslumálum. Á undanförnum árum höfum við unnið markvisst að því að ná jafnvægi í rekstrinum með sjálfbærni að leiðarljósi. Það óhætt að segja að það hefur gengið vonum framar. Áskorandi sem við stöndum frammi fyrir eru vissulega margar, en leið eru mjög spennandi tímar framöndan og fjölmörg tækifæri. Við sjáum jákvæða þróun í íbúðafjölgun þó hún mætti vera örlítið hraðari. Rekstur Akureyrarbæjar umfangsmikill, enda við miðstöð Norðurlands og svæðis höfuðborg með fjölbreytta og mikilvæga þjónustu. Þetta gerir vinnuna við fjárhagsáætlun bæði flókna en skemmtilega. Ég vil því hvetja okkur enn og aftur til að halda áfram að vera gagnrýnir hvort á annað, ræða málum við yfirvegun, leita sameiginlega lausna og vinna saman að skapa enn betra samfélag hér á Akureyri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í lokin vil ég þakka bæjarstjóra, bæjarfulltrúum öllum, nefndafólki fyrir framúrskarandi samstarf. Það hefur verið einstakt að starfa með svona öflugum bæjarfulltrúum sem hafa jafn mikið metnað fyrir samfélag sitt eins og raun ber vitni. Það er búið að vera einstaklega gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar þrátt fyrir ólík sjónarmið milli einstakra flokka. Enn fremur vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarsyni, sviðsstjóra fjárhagssýslusviðs og Kristínu Baldursdóttur, forstöðumanni, sem og öllum sviðsstjórum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunar. Takk fyrir mig.
Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir það fyrsta vil ég þakka bæjarfulltrúa Heimi Erni Árnasyni fyrir þessa góðu yfirferð ítarlegu yfir þessa fjárhagsáætlun sem hér lögð fram. Hana langar mig samt að hafa nokkur orð og ég ætla að byrja þau svona. Síðastliðna helgi fór fram hátíðarmessa í Akureyrarkirkju í tilefni af stór afmæli kirkjunnar og kórsins og ég vil óska söfnuðinum hjartanlega til hamingju með áfangan. Biskup Íslands mætti til að vera viðstödd þessa athöfn og í predikun sinni ræddi hún kirkjuna sem samfélag og það mikilvæga hlutverk sem hún gegnir. Og það voru þessi orð biskups sem kveiktu hjá mér ákveðna tengingu við umræðuna hér í dag fjárhagsáætlun og þessa framtíðarsýn meirihlutans fyrir Akureyri. Því við erum að ræða hvernig meirihluti Miðflokks og samstarfsflokka hans sér fyrir sér að styðja við samfélagið hér á Akureyri. Hverja hefur meirihlutin valið til að vaxa og dafna og auðvitað þá hverja ekki með við þessa forgangsröðun. Ég ætla að leyfa mér forseti að taka 3 dæmi. Meirihluti sem leggur fram hér sína síðustu fjárhagsáætlun og sýn þessi hóps og skilaboð til bæjarbúa eru skýr. Það er ekki ástæða til þess að fjárfesta neinu ráði í málaflokki félagsþjónustu. Því að tölurnar tala sínu máli. Heildarfjárfesting að hluta er upp á 2,9 milljarða króna, give or take. Af þessari upphæð þykir meirihlutanum nægilegt að leggja til 30 milljónir næstu 4 árum til málaflokksins. Þannig að gróflega reiknar ætla meirihlutin málaflokki félagsþjónustu aðeins það bil 1% af fjárfestingaframlögum sínum. Og hér verður að hafa í huga að undir þetta fellur líka félagsaðstæða eldra fólks. Félag eldri borgara á Akureyri telur nú yfir 3000 manns og þrátt fyrir sívaxandi ákall félagsmanna samstarf við bæinn bætta aðstöðu er ekki að sjá að meirihlutin meti það þess virði að bregðast við. Kannanir sýna ítrekað að félagsfólk setur uppbyggingu félagsaðstöðu efst á lista sinn yfir þau atriði sem skipta þau máli. Og engu að síður er þetta algjörlega hunsað í þessari áætlun sem lögð hér fram í dag. Þetta er hluta þeirri sýn og þeim skilaboðum sem fjárhagsáætlun meirihlutans ber með sér. Annað dæmi, strætisvagnar Akureyrar. Á kjörtímabilinu hefur staðið yfir þróttmikil uppbygging norðan Glerár. Og þessi uppbygging með tilkomu Móakörfis er bæði tímabær og nauðsynleg. En þegar við byggjum ný hverfi í útjöðrum bæjarins skapast nýjar áskoranir meðal annars í samgöngumálum. Og í áætlun meirihlutans er því miður ekki að sjá að sú stækkun bæjarins sem staðið hefur við yfir og mun halda áfram eigi að endurspeglast í strætisvagnakerfinu. Framkvæmda áætlun sem hér liggur fyrir gerir eingöngu ráð fyrir lágmarks endurnýjun á núverandi vagnflota sem aftur þýðir engin uppbygging, engin framþróun sem einhverju nemi. Það veldur með því miklum vonbrigðum að sjá meirihlutan skila auðu þegar kemur að aðgengi nýrra hverfa og ef til vill nýrra íbúa að almenningssamgöngum. Og hérna getum við gert miklu betur. Í 3. lagi, sumarfrístund. Og ég ætla með leyfi forseta að vitna í fréttir RÚV frá því í maí á þessu ári. Tilvitnun hefst. Á Akureyri, þar sem búa álíka margir og í Garðabæ, er engin sumarfrístund á vegum sveitarfélagsins. En íþróttafélögin halda námskeið í hálfan dag eða minna, langflest fyrir hluta sumars. Þar lenda foreldrar fljótt í vandræðum við að dekka heila daga. Tilvitnun lýkur. Í sömu frétt er vitna til orða formanns bæjarráðs og oddvita Sjálfstæðisflokksins hér í bænum og ég ætla að forseti aftur með þínu leyfi að vitna til orða sem höfðar eftir oddvitanum í þessari frétt. Við höfum tekið ákvörðun hér undanfarin ár að hafa þetta tengt tómstundum og íþróttafélögum og ég sé að í öðrum bæjarfélögum eru sumir að hafa svona sumarfrístund, eiginlega hálfgerða leikskóladeild eða grunnskóladeild, yngstu deildina. Hvort við viljum fara þangað þurfum við bara að skoða hvort þjóðfélagi sé orðið þannig breytt. Tilvitnun lýkur. Ég ætla að leyfa mér að nýta tækifæri og svara oddvitanum hér og nú. Þjóðfélagið okkar er orðið svona breytt, svo einfalt er það. Fjöldamargir Akureyringar eru einfaldlega í þeirri stöðu að þurfa á þjónustu bæjarins að halda varðandi vistun barna við sumartímann. Hér erum við að tala foreldra og forræðafólk langveikra barna, barna með sérstaka stuðningsþarfir. Við erum að tala fólk sem þarf að vinna 2, jafnvel 3 vinnur til að láta endum saman. Samfélagið okkar er einfaldlega svoleiðis og það þarf engum blöðum að flétta.
Ekkert í þessari fjárhagsáætlun gefur til kynna að breyting sé fyrirhugað á þessum málum. Ef þetta er misskilningur varabæjarfulltrúa sem er ekki með ykkur þessum góða hópi allan ásins hring, þá fagna ég því að það verði einhver komið hér upp á eftir mér og leiðrétti það. Því að ég held að það væru líka skýr skilaboð og góð skilaboð til bæjarbúa. Síðast en ekki síst. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er auðvitað fagnaðarefni að meirihlutinn taki loks undir ítrekku sjónarmið Samfylkingarinnar og annarra minnihlutaflokka. Það er löngu tímabært að staldra við og taka í handbremsuna á þeirri gegndarlausu hækkun fasteignagjalda sem bæjarbúar hafa mátt þála undanfarin ár. Sú lækkun á álagningaprósentu sem hér er boðuð nýtur því mín stuðnings, svo það sé sagt. En það er nauðsynlegt að kalla hlutina sínu nafni. Málflutningur undanfarna daga að hér sé verið að lækka álögur og íbúa er í besta falli misskilningur. Staðreyndin er sú að fasteignagjöld munu öllum líkindum ekki lækka nema hjá litlum hópi bæjarbúa. Hvers vegna? Jú, vegna þess að fasteignamat hækkar almennt á milli ára og enga grundvallarbreytingar eru gerðar hvorki á sorpurðugjaldi né vaskgjaldi. Að stilla þessum tillögum upp sem almenni kjarabót er hvorki satt né rétt, svo að hlutinni séu sagðir á kjarnyrtir íslensku, og við það er gerð ákveðin athugasemd hér. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég talaði í upphafi Akureyri sem samfélag og það hlutverk okkar að hlúa að því. Rekstur bæjarins gengur heilt yfir vel og það er þróttmikil uppbygging að eiga sér stað. Fyrir það á meirihlutinn mikið hróskilið og ekki síður starfsfólk og stjórnendur hjá Akureyrarbæ heilt yfir. Ég tek undir orð bæjarfulltrúans Heimis hvað það varðar. En hvað varðar vissa málaflokka og vissa hópa bæjarbúa kýs meirihlutinn hreinlega að skila auðu og fyrir mér er það óásættanlegt. Við erum jú bæjarstjórn allra Akureyringa, ekki bara sumra. Við erum stödd í fyrri umræðu fjárhagsáætlun næsta árs og framtíðarsýn fyrir bæinn. Ég ætla að hvetja fulltrúa meirihlutans, þau sem leiða og þau sem ráða til að hafa þessi orð mín að leiðarljósi milli umræða. Það er enn tækifæri til að breyta til og ég hveti ykkur öll til dáða. Það er bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson, lokið máli sínu orðið og laust, næst til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar, kemur upp aðeins til að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Sindra. Byrjum á því með félag eldri borgara eða EPAC sem við erum búin að funda með hátt í 20 sinnum á kjörtímabilinu. Til að útskýra það, þá hafa þessi samtöl gengið mjög vel. Til að byrja með ætlum við að fara í framkvæmdir við salina sem að Bjarg líka sagt er og það hættu við að leggja það niður og eru bara áfram með fína líkarsagt þar. Það er komið fyrstu hugmyndir, síðan komu hugmyndir sal við hliðin á Bjarg sem er ennþá í vinnslu. Þannig að þessi umræða hefur verið allt kjörtímabilið og þau vita það best í EPAC að þessi umræða er ennþá í gangi og við höfum líka komið með fullt af lausnum fram að endalegri lausn. Þar bara að nefna salir í Naustaskóla, Hof, komur umræða að fara í Oddfellósalinn og samstarf þar við gengið mjög vel og það er alveg rétt á næstu árum þá mun endaleg lausn finnast. Varðandi félagsþjónustuna, ég get ekki verið sammála bæjarfulltrúa að Sindra með því það er mest í B-hlutanum sem er alveg 350 milljóna tæpar næsta ári og í heildina tæplega 1300 milljónir á tímabilinu. Það er nú mest og einnig má nefna íbúakjarna þroskahjálpar sem við erum að stofnframla við, þannig að við erum ekki að gleyma þessum hluta af þjónustunni hér í bæ. Varðandi sumarfrístund, það er búið að ákveða það, strax á næsta ári er það í ágúst og við munum síðan örugglega bara endanlega klára júnímánuð árinu þar á eftir og þetta er allt gert í samstarfi við skólastjóra og er ég með stoltur af þeirri vinnu. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason, lokið máli sínu orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Heimi Erni fyrir mjög fína yfirferð á fjárhagsáætlun og bæjarfulltrúa Sindra fyrir góða punkta og vil sömuleiðis þakka starfsfólki fyrir vel unnin störf svo ég gleymi því ekki í restina.
En staða sveitarfélaga hefur vænkast síðustu ár, tekjur hafa aukist töluvert og ríki hefur að einhverju leyti brugðist við miklum halla í málaflokki fatlaðra. Í sumar voru svo samþykkt ný lög jöfnunarsjóð þar sem gert ráð fyrir höfuðborgarálagi í Reykjavík og Akureyri en því ber sérstaklega að fagna og það hefur bara verið ánægilegt kannski svona 2 síðustu skipti á fjármálaráðstefnum sveitarfélagana að manni finnst vera komið annað hljóð í skrokkinu og sveitafélögin. Tekjur hafa einnig aukist umtalsvert hjá Akureyrarbæ en þá á einmitt að skapast tækifæri til að lækka álögur á íbúa og fyrirtæki með því að sýna ráðdeild í rekstri en það má segja að gjöldin hafi að jafnaði hækkað í takt við auknar tekjur á kjörtímabilinu ef við tökum síðustu ár saman. Það hefur verið mikið umleikis sem vel en á köflum hefur okkur þótt eins og það eigi að gera allt fyrir alla. Það á að framkoma mikið á næstu árum sem nær hápunkti árið 2026 með tilheyrandi lántöku. Framkvæmdir hafa farið töluvert fram úr áætlunum á kjörtímabilinu og má þar nefna framkvæmdir í Hlíðarfjalli og við Kirkjutröppur og síðast þegar ég skoðaði stöðuskýrslur á þeim framkvæmdum þá voru þær að fara sirka 50% fram yfir og enn aðrar hafa bólgnað út að umfangi á framkvæmda tíma. Miklum fjárfestingu fylgir aukið rekstrakostnaður og það verður krefjandi að halda reksturinn sjálfbærum næstu árin. Við erum fá sem stöndum undir miklu mannvirkjum og góðri þjónustu og lítið sem á út að bera. Sérstaklega núna þegar við sjáum fram á kólnun í hagkerfinu. Ég hélt til dæmis að það kemi aldrei til þess að ég hefði áhyggjur af því að við varum að áætla tekjur. En mögulega það eitthvað sem við stöndum frammi fyrir núna í fyrsta sinn. Svo spurning hvort við þurfum ekki að eiga borð fyrir báru kemur að virðismati kennara og lögleiðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk sem var samþykktur á Alþingi á dögunum. Þó að við vitum í rauninni ekki nákvæmlega hvað það ber með sér en ég hefði haldið að við stæðum samt sem áður nokkuð vel þar. En ósjálfrátt lítur maður farin veg þegar líður á lokum kjörtímabilsins og hvort áherslur okkar bæjarfulltrúa Framsóknar endurspeglist í þessari fjárhagsáætlun. Það margt jákvætt í henni, verkefni sem við höfum stutt eða átt einhverja aðkomu að síðustu árin. Auðvitað alltaf eitthvað sem hefðum viljað gera öðruvísi og gagnrýnt skort á undirbúningi og eftirfylgni á einhverju verkefnum sem dæmi tilraun nýja gjaldskrá leikskóla sem aldrei verið metin að fullnustu og skortur á undirbúningi og faglegri aðkomu að breytingu fyrirkomulagi félag og mætti fleiri nefna en við sjáum bara sem dæmi að breytingar á félag að kosta okkur töluvert meira en við héldum. Það sem ég kannski stoltust af að við bæjarfulltrúar Framsóknar höfum átt frumkvæði að umræðu símafrí í skólum, uppbyggingu svo kallast lífsgæðakjarna sem fór á stað af fullum krafti og halda þar áfram á næsta kjörtímabili. Áætlunum gera samfélagsáttmála samfélagsmiðlanotkun barna sem vonandi kemur einhvern tíma til framkvæmda og samstarf ríkis og sveitarfélagsins í opnun á fjölskylduhúsi sem ég tel okkur bæjarfulltrúar Framsóknar eiga heilmikla hlutdeild í. Svo eru nokkuð verkefni sem okkur þykja mikilvæg en fengu ekki hljómgrunn hjá meirihlutanum og má þar nefna ytri úttekt á framkvæmdum við uppbyggingu á Móahverfi, uppbyggingu geymslusvæðis til handa minni verktökum og fyrirtækjum í bænum og úttekt á bílastæðamálum í miðbænum svo fátt eitt sé nefnt. Að lokum langar mig nefna tvennt sem við höfum lagt töluvera áherslu á og söknum að sjá ekki í þessari fjárhagsáætlun en það áherslu á atvinnumál og bætta félagsaðstöðu eldri borgara. Við höfum ítrekað lagt fram tillögur að tryggja fjármögnun til gerðar nýrri atvinnustefnu og setja samráð við atvinnulífið í skýrari farveg. Sveitarfélagið á að okkar mati að gegna virkara hlutverki í að efla slíkt samstarf. Tillögum okkar hefur hins vegar ýmist verið hafnað eða afgreiðslu frestað án skýrar afstöðu. Nú síðast var ákveðið að vinna við nýja atvinnustefnu tengd endurskoðun aðalskipulags
en þeirri vinnu er nú lokið án þess að nokkuð atvinnumál hafi verið tekið þar til umfjöllunar. Í stefnuskrá Framsóknar fyrir síðustu kosningar var lagt til að ráðist yrði í stækkun og sal eldri borgara í Birtu, félagsmiðstöðinni Birtu. Strax hausti lögðum við fram tillögu að tryggt yrði fjármagn til undirbúningsverkefnisins í bæjarráði en þeirri tillögu var hafnað. Í vor var svo samþykkt tillaga okkar að framkoma heildstæða úttekt á húsnæði félagsmiðstöðvar fólksins í Viðjulundi, þar sem leggja átti mat á aðgengismál og félagsaðstöðum. Meðal annars átti að fá arkitekt til að skoða möguleika á að tengja kjallarana saman og stækka salinn til vesturs. Sú tillaga hefur enn ekki hlotið formlega afgreiðslu né formlega umræðu innan kerfisins. Samkvæmt upplýsingum frá UMSA hefur sviðið þar ekki fengið það verk úthlutað að fara í þessa úttekt, en á sama tíma er gert ráð fyrir að verja 30 milljónum í viðhald húsins án þess að niðurstaða liggi fyrir framan greidda úttekt. En ef að niðurstaða verður svo að heimild fáist til að stækka salinn í Birtu sem að við upphaflega studdum og lofuðum í okkar kosningabaráttu, stendur þó enn eftir óleyst úrlausnarefni varðandi aðstöðumál í Víðilundi. Ég er að rugla saman verkefnum. Það er því áfram ástæða til að skoða hvort unnt sé að tengja kjallarana saman og bæta aðstöðuna þar. Í fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun næstu 4 ára er ekkert sem endurspeglar áherslur eða vilja meirihlutans til að verða við óskum eldri borgara stærri og bætta félagsaðstöðu. Þrátt fyrir umræðu að þetta samtal sé í gangi, þá eru ýmis samtöl í gangi en samt sem áður búið að setja heilmikið fjármagn í framkvæmdaáætlun þó að verkefnin sé óútfærð. 4 ára framkvæmdaáætlun endurspeglar hvernig meirihlutinn hyggst forgangsraða fjármunum á komandi árum og það eina sem þar er að finna varðandi félagsaðstöðu eldri borgara eru 30 milljónir sem ætlaðar eru til viðhalds í Víðilundi. Að lokum ætla ég að leggja fram bókun fyrir hönd okkur bæjarfulltrúa Gunnars. Það er margt jákvætt í fjárhagsáætluninni og margt jákvætt að gerast í bæjarfélaginu. Við söknum þá 2 stefnumála Framsóknar í þessari forgangsröðun sem birtist okkur í fyrri umræðu. Annars vegar vantar sárlega að atvinnumálin séu sett í öndvægi. Sóknarfæri blasa við en sveitarfélagið þarf að leggja sitt af mörkum til að skapa samkeppnishæft umhverfi fyrir atvinnulífið og laða að öflug fyrirtæki. Hins vegar teljum við að ekki sé brugðist nægilega vel við þörfum eldri borgara sem fer ört fjölgandi. Sérstaklega leggjum við áherslu á að lögð veri fram raunhæf áætlun bætta félagsaðstöðu eldri borgara sem í dag er einfaldlega sprungin. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi Erni Árnasyni fyrir góða yfirferð þegar kemur að frumvarpi til fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar fyrir næsta ár. Líkt og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á hefur fjárhagur sveitarfélagsins vænkast síðustu ár. Verkefnin hverfa þó ekki frá okkur og áfram þurfum við að halda vel á spöðunum þegar kemur að rekstri sveitarfélagsins. Framkvæmdir síðustu ára hafa verið miklar og þeim fylgir flestum töluverður aukinn rekstrarkostnaður. Ég tel að við þurfum að standa okkur betur bara almennt í því að greina rekstrarkostnað þegar farið er í viðamikla framkvæmdir líkt og gert hefur verið undanfarið. En það er vel að framkoma mikið en við vitum öll að vaxtakostnaður eykst og við sjáum ekki fram á að vaxtalækkunarferlið sé að hefjast. Bæjarfulltrúi Sindri kom inn á samfélagið og að það skipti höfuðmáli. Í því samhengi vil ég aðeins að ræða álagningu fasteignagjalda. Það er jú gott og blessað að lækka fasteignaskattsprósentuna. Það kemur sér eflaust fullt af fólki vel. Hins vegar eiga margir viðkomustu hópar samfélagsins ekki fasteign. Upphaflega var lækkun upp á 2 punkta bæði á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði.
Ég veit ekki hvað svo lækkun á fasteignaskattsprósentu hefur mikil áhrif á tekjur sveitarfélagsins, en eftir því sem ég best veit lækkun punkt í viðbót á íbúðarhúsnæði, eins og lagt upp með núna, að þá hefur það þau áhrif að skatttekjur sveitarfélagsins lækka 60 milljónir. Þessi skattalækkun skila sér því að mestu leyti í kjarabótum til þeirra sem eiga mest, eins og á yfirleitt við þegar við lækkum skatta. Ég hef velt því fyrir mér hvað sé hægt yfir höfuð að gera fyrir 60 milljónir til að það skili sér kannski betur í stuðningi við barnafjölskyldur, tekjulága einstaklinga eða inn í velferðarkerfið okkar. Við gætum til dæmis haldið áfram með skráningadag í leikskólum en sleppti að rukka fyrir þá. Það það bil 58 milljónir. Við gætum gert máltíðir í leikskólum gjaldfrjálsar, þannig að við stígum skrefi til fulls og séum raunverulega með gjaldfrjálsa 6 tíma því ekki bönnu við börnum að borða í leikskóla. Það aðeins meira en 60 milljónir sem það myndi kosta en ætti að vera gerlegt. Við gætum kannski sleppt gjaldskrárhækkunum í velferðarþjónustu til að gefa því fólki kjarabót sem þarf að nýta sér velferðarþjónustu. Og svo sáum við í fréttum í dag eða gær að til dæmis að bergið Headspace í fjárhagsvandræðum og Akureyrarbær gæti nýtt litla upphæð af þessari summu í því að styrkja betur við ýmis grasrótarsamtök sem styðja við geðheilsu samfélagsins sem fer hnignandi. Og ég bara fabulur alls konar, svo gætum við nýtt þennan pening til þess að auka fjármagn til menningamála ef við vildum það, en þetta allt eitthvað sem við þurfum bara að átta okkur á í stóra samhenginu hvernig sé best að verja þessum 60 milljónum, en mögulega það í lækkun á fasteignaskattsprósentu. Svo vildi ég bara bæta við að því að bæjarfulltrúi Sindri kom aðeins inn á strætisvagnakerfið okkar að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því og ræði það nánast í hverri ræðu minni hér í þessari pontu. En ég myndi vilja sjá að við færum að hugsa þetta kerfi aðeins upp á nýtt. Við erum endalaust að setja plástra á strætisvagnakerfið okkar og til að við þurfum að gera raunhæfar áætlanir framtíðina. Inn í fjárhagsáætlun núna jöfnunarstoppustöð við Glerátorg og ég ekki sannfærð að það sé endilega rétti staðurinn þegar við horfum til framtíðar. Við erum að stækka bæinn okkar líkt og bæjarfulltrúi Sindri kom inn á og hann kom einnig inn á að engar fjárfestingar væru í nýjum vögnum til þess að mæta þessari stækkun. Og svo við auðvitað orðin svæðisborg og ég tel að hlutverk okkar sem svæðisborgar sé að þjóna íbúum Akureyrar vel og nærsveita og við þurftum að fara að skoða einhvers konar framtíð strætó upp á það að tengja sveitafélögin til þess að fækka bílum í bæjarlandinu því að það sparnaður fyrir bæði einstaklinga og sveitafélagið. Það hins vegar ljóst að framtíð Akureyrarbæjar björt og það skiptir máli að við bæjarfulltrúar hvort sem í minni eða meirihluta vinnum saman að því að byggja undir nú þegar gott samfélag. Takk. Það bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sín orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Það að byrja eins og aðrir að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir mjög greinagóða yfirferð og ég held að það sé nú búið að impra síðan á flestum hlutum en mér langaði til þess að grípa aðeins tækifærið og ræða verkefni og kannski síðan aðdragandan að verkefni sem verður auðvitað stórt. Ég segi ekki fyrirferða mikið því að við auðvitað horfum fram á ýmis stór verkefni en þetta eitt af þessum stóru og það fjölnota íþróttahús og þá á svæði Þórs og í fjárhagsáætlun næstu 2 ára gert ráð fyrir samtals 90 milljónum króna til að
undirbúa uppbyggingu á þessu fjölnota íþróttahúsi og eins og ég segi, þetta auðvitað stórt verkefni og þar að leiðandi mjög mikilvægt að undirbúningur sé góður. Við vitum öll að það getur verið dýrt að byggja of lítið, við höfum reynslu af því í þessu sveitarfélagi og það alveg örugglega enn dýrara að fara af stað í verkefni áður en það búið að kortleggja alla framkvæmdaliði. Þannig í mínum huga þá á svona undirbúningur að vera þverpólitískur, vandaður og sjálfsögðu gegnsær. Og ef við værum minna sveitarfélag og þetta væri fyrsta fjölnota íþróttahúsið, þá væri undirbúningurinn þannig. Við værum öll með í því samtali og við eigum að nálgast svona verkefni alveg eins á þann háttin. Væntanlega í þessum undirbúningi næstu 2 árin þá þurfum við sem allra fyrst að setjast niður, meta núverandi aðstöðu vanda og reyna að sjá fyrir þarfir til næstu ára og áratuga. Íþróttafélagi Þór að sjálfsögðu lykilaðili í því samtali og ég veit að þar hefur verið unnin mikil vinna. Næst gerir ráð fyrir þá að óska eftir tilboði í for- og verkhönnun þegar við erum klár á því hvers konar hús á að byggja, hvað það þarf að rúma og svo framvegis. Þannig ég vildi bara nýta tækifærið og eindregið kalla eftir því núna að við setjum að stað svona markvissa vinnu, allir taki þátt í henni og að við einfallega opnum samtalið þetta verkefni, okkar á milli og við samfélagið. Þetta stór fjárfesting og hún skiptir máli. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp í annað sinn til að gera tvennt. Í fyrsta lagi vil ég þakka bæjarfulltrúan Heimi Erni Árnasyni kærlega fyrir skýr og góð svör varðandi atriði úr mínu máli frá því fyrr á fundinum og bara þakka kærlega fyrir að svara með skýrum hætti varðandi sumarfrístund. Ég hlakka til að sjá þessi atriði raungerast og ég held að bæjarbúar og foreldrar yngri barna í bænum fagni þessari tilkynningu Heimis. Hitt atriði sem ég langa að gera, sem ég þarf að gera hér upp, það að gera grein fyrir bókun sem ég ætla að leggja fram og ég biðst velvirðingar á því. Bæjarfulltrúinn sem hér stendur að sitja sinn 4. bæjarstjórnarfund og ég biðst velvirðingar að það ekki gert grein fyrir þessu hér í upphafi. Þetta augljóslega bókun sem byggir á máli mínu frá áðan, ég bara les hana bara á hundavaði fyrir ykkur. Bókunin svohljóðandi. Hér lögð fram margt góð fjárhagsáætlun og fyrir það verðskulda meirihlutinn og ekki síður stjórnendur og starfsfólki á Akureyrarbæ talsvert hrós. En þrátt fyrir þetta óhjákvæmilegt að gera tilteknar og talsverðar athugasemdir við forgangsröðun meirihlutans í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Þrátt fyrir tæplega 2,9 milljarða króna fjárfestingar áætlun A-hluta á næsta ári aðeins gert ráð fyrir 30 milljónir króna eða það bil 1% af heildinni til uppbyggingar og félagsaðstöðu eldra fólks í bænum. Þetta í engu samræmi við þarfir stækkandi hóps eldri borgara í bænum og ákall félags eldri borgara á Akureyri. Þá gagnrýnt að ekki sé gert ráð fyrir eflingu almenningssamgangna í takt við uppbyggingu nýrra hverfa og að ekki séu skýr skilaboð í áætluninu að koma til móts við þarfir barnafjölskyldna varðandi sumarfrístund. Að lokum bent á að boðuð lækkun á álagningarprósentu fasteignaskatts mun í flestum tilfellum ekki skila sér í lægri greiðslum fyrir heimilin í bænum vegna hækkunar meðal annars á fasteignamati og óbreyttra gjalda annara en álagningarprósentu fasteignaskattsins. Meirihluti Miðflokks, Sjálfstæðisflokks og L-lista eindregið hvattur til að endurskoða þessa þætti fyrir síðari umræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sínu, orðið laust. Það byrði að vara forstöðum að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar að byrja á því eins og aðrir að þakka bæjarfulltrúi Heimi Erni fyrir yfirferðina, greinargóða yfirferð á fjárhagsáætlunni sem við leggjum nú fram til fyrri umræðu. Og auðvitað margt komið hér fram í máli bæjarfulltrúa sem að hljóta til að Heimir hefur
svarað og ég ætla svo sem ekki endilega að fara að svara neinu, ég vildi koma hérna upp til þess að aðeins að lýsa yfir ánægju minni með fjárhagsáætlunina og stöðu bæjar eins og reksturinn og við heldur getum allir verið sammála það að reksturinn í ágætis jafnvægi, við erum að fjárfesta mikið, við erum að byggja upp, það er við sinnum fjölbreyttir þjónustu fyrir stórt svæði og það er alveg með ólíkindum að stærra, eða svona þetta sveitafélag sem er ekki stærri en það geti gert alla þessa hluti og þar vil ég kalla til eða þakka starfsfólki fyrst og fremst og sviðstjórum og starfsfólki. Ég held að í sama hvar maður ber niður þegar maður tala við forsvarsmenn annarra sveitafélaga þá erum við að standa okkur mjög vel ef ekki bara best í velferðarþjónustu, mjög vel ef ekki bara best hvað var það skólaþjónustu. Það er næstu því sama hvar maður drýpur niður, þar erum við alltaf að gera hlutina ofboðslega vel og maður fyllir stolti þó að við höfum sem bæjarfulltrúar getum kannski ekki stært okkur af þessu góða gengi en þá er starfsfólki fyrst og fremst bara alveg afbragðs og ég vil meina líka að samstarf og við fyrir það vil ég þakka samstarf allra bæjarfulltrúa hefur allavega frá því að ég byrjaði í bæjarstjórn alltaf verið með ágætum. Við erum ekki alltaf alveg sammála en það hefur verið tíðkast hér að ræða hlutina fram og tilbaka og verið að taka tillit til hvers annars og þannig held ég að við náum bestri niðurstöðu þegar það kallaði eftir meira samstarfi þá er ég alltaf tilbúin til þess. Mér finnst að gefa og gera það verkum að okkur tekst vel upp. Við erum með mjög þunga, finnst mér framkvæmda áætlun, við ætlum að gera margt, við erum að byggja upp stórum íþróttamannvirki sem að koma til með að nýtast öllum bæjarbúum og er mikilvægt að okkur takist vel til, að því tegnum bara undir þá orð bæjarfulltrúar sem talaði hér áðan Gunnari það að vanda til verka með þetta fjölnota íþróttahús sem að kemur til með að rísa á næstu árum og það verður verkefni næstu bæjarstjórnar. Það var aðeins búið að ræða fasteignaskattsprósentu eða lækkun á fasteignaskattsprósentunni að sjálfsög og ég veit ekki hvar það hefur komið fram eitthvað sérstaklega allavega ekki í mínu máli að við værum að lækka álögur á bæjarbúa, við erum í raun og þannig virkar þessi prósenta eins að fasteignar þetta hækkar og þegar það hækkar mikið þá erum við að reyna að koma til móts við íbúa með því að lækka einhverja punkta til að halda í horfinu eða jafnvel að fara undir verðlag eða aðeins yfir. Við erum að reyna að elta það. Í sjálfu sér ef að ég væri bara, ég myndi kjósa kannski jafnvel frekar útsvarsprósentulækkun heldur en þessa lækkun ef maður ætlar að koma til móts við íbúa. Og jafnvel að hafa fasteignaskattsprósentuna hærri til þess að ná tekjum að þeim sem eru hér með sín orlofshús. En það er annað og stærra mál og þetta er ekkit, ég held að við hefum ekkit verið svona að reyna einhvern veginn að villa fyrir fólki og segja að að við séum að lækka álögurnar, hins vegar erum við að passa upp á að hann verði ekki mjög íþyngjandi og hann verður reyndar á íbúðarhúsnæði lægri en verðlagsþróunin. Já, sumarfrístundum verður sett að stað næsta sumar og heimið fór yfir það. Annað svona sem kom fram í máli bæjarfulltrúa sem að ég held að sé svona vert fyrir okkur aðeins að hugsa, það er strætókerfið. Við erum sem betur fyrir að byggja stór og mikil ný hverfi og það kallar óhjákvæmilega á að við verðum að endurskoða strætókerfið. Það hefur aðeins verið rætt auðvitað og það hefur verið að benda á að það þurfi að fjölga einhverja vagna en við þurfum í raun að fara í gagngera endurskoðun á strætókerfinu þegar við tökum móakverfið og hvernig við tökum það inn og síðar þegar við förum að byggja vestan við Hagakverfið.
Þetta er framtíðaverkefni en að sjálfsögðu eitthvað sem verður að byrja að ræða og það var svona sem ég tók til mín að já, þarna þurfum við að gera betur og auðvitað getum við alltaf gert betur í nánast hverju sem er. En þetta að leggja fram fjárhagsáætlun á hverjum tíma, það felur í sér að gera einhvers konar málamiðlun. Við erum í þessum verkefnum núna, já, við myndum vilja gera betur í næstu en það verður að bíða þá betri tíma þegar að færi gefst og rekstur ræðu við það. En við erum í bara góðu jafnvægi með reksturinn. Ég er stolt af þessari fjárhagsáætlun. Ég held að okkur hafi bara tekist vel upp og ég vil þakka ekki síður bæjarfulltrúum í minni hluta fyrir þeirra samstarf. Takk fyrir. Takk bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynsdóttur fyrir, gefin aftur stjórnarfundinum. Takk fyrir það, orðið laust. Sem fleiri hafi ekki passi hljóðs, þeir sem geta samþykkt að vísa fjárhagsáætlun til bæjarráðs og svo seinni umræðu í bæjarstjórn gefið merki. Það eru öll.